á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 9:10, mánudagskvöldi 7. apríl. Og nú erum við komin í sambandi við Hildur Sigurðardóttir, fyrirliða, já, leikmann úrslitakeppninnar hjá liði Snæfellsins. Þær eru Íslandsmeistari í gær. Komdu bless og sæl, Hildur. Já, sæl. Þú ert á línunni? Ég á línunni. Það stórglæs. Herðu, ég verð nú að byrja á því að óska þér svo sannarlega til hamingju með að vera Íslandsmeistari. Já, takk hérlega fyrir það. Hvernig er þetta ekki bara eitt sætasti bikar sem þú hefur tekið við? Jú, ég myndi segja það. Það var mjög sætið þessi. Já, kom Íslandsmeistaratitil hérna heim í Svíþjóð. Þannig að það já, þetta eitt sætið sem myndi ég segja. Og við þurfum að hafa svolítið mikið fyrir honum, myndi ég segja. Já. Og að missa leikmenn úr í meðslu annað, þannig að það þegar maður þarf að hafa mikið fyrir hlutunum, þá er þetta bara skemmtilega fyrir vikið. Þetta var já, þið voru meðal annars með, já, meita Kanan, eiginlega bara mest allar úrslitakeppnina? Já, hún meitist bara í fyrsta leik á móti Val, það við vinnir. Og hefur nánast ekkert spilað eftir það. Hún spilaði aðeins í gær, eða spilaði eitthvað 20 mínútur eða eitthvað í gær, en hún, hún var ekki teilt, sko. Nei. Hún er búin að spila fanta vel í vetur og en það var gaman að sjá hann í búning og hún myndi klára þetta með okkur í gær. Já. Það var mjög skemmtilegt. En þið eru, já, fyrsta liði í marga tíma sem verða Íslandsmeistarar og eiginlega sko án Kana í rauninni, að því að hún var náttúrulega meitt í kringum alla þessa keppni. Já, undanfarna ára hafa þetta kannski liðin hafa komið svolítið langt á kannski miklu framlagi frá erlendur leikmönnum. Sérstaklega þegar það voru 2 erlendur leikmönnum kannski liðin. Kannski aðeins minka núna þegar það er bara 1 kanni, en maður fann líka alveg stuðning bara alls staðar að það sem að við vorum að reyna að landa þessu bara á íslenskum leikmönnum og sýndum að það er vel hægt og þannig að það er bara virkilega skemmtilegt á hvað við tekist þetta. Já. En hvernig svona, já, ef þú lítur tilbaka við tímabilið, þá náttúrulega þið eruðu deildameistarar, en þetta var náttúrulega, sko, já, taflan fyrir neðan ykkur, þetta var virkilega skemmtilegt tímabil í dómurasdeild kvenna. Þarna virtist öll lið geta verið líklegt til þess að, já, geta þessuna að fara alla leið. Já, ég meina, við töpum leikjum í vetur á móti liði sem að koma í skjúslakeppnina, þannig að við töpum eins og þetta á móti liði sem var í botnbaráttunni í rauninni og þannig að lið voru alveg að stela sigurum hingað og þangað og spilaðist þannig að við höfum ansið gott fórskotan á topnum, en síðan var þetta alveg spennandi fram til loka hvaða lið eru í þessum 4 toppsætum. Þannig að þetta var alveg spennandi og bara skemmtilegt deild, myndi ég segja. Já, og svo voru þið náttúrulega, já, sem var svolítið skemmtilegt að, já, þeir virðist ná að byggja svolítið mikið á heimastúlkum og þarna er mjög efnilegt lið á ferð. Já, það er alveg, við erum með nokkuð marga bara uppalda leikmenn og fórum nýja leið við þetta með að bjóða leikmenn sem þurfa að fara til Reykjavíkur að sækja sér menntun, það var í boði fyrir þær að skipta ekkert yfir í annir félög, heldur við erum áfram í Snæfell og fengum bílaleiguna Hertz í lið með okkur með að fá bíla til að ferja þær á æfingar og í leiki. Þær komum kannski á æfingu fyrir leik, annars æfðu þær með Fjölni, við varum í samstarfi Fjölni líka. Já. Og þannig að það gekk bara mjög vel. Í seinasta vor, eða fyrir ári síðan, þegar maður sett niður tímabil á það leit ekki eitthvað mjög vel út leikmannahópurinn og ég vetur var þetta oft voðalega þunnur hópurinn að æfa. En þá bara gripið einhverjir strákar úr yngri flokkunum og þess aftur til að fylla upp í æfingar og
þannig að vera hægt að gera þetta krafti. Já. Og ég held líka að það hjálpa okkur svolítið, það var mikið leikjaálag í vetur. Já. Þó að, þú veist, við erum með 5 skipaðan hóp, en út af leikinu voru það þétt að með liðið æfir ekki allt saman þá hittist við mjög ört, myndi ég segja. Þannig að þetta kom bara mjög vel út hjá okkur. En áttið þú eitthvað von á því, nú ertu búin að spila með KR síðustela ára, áttur þú von á því að þú kæmir aftur að spila fyrir Snæfell og já, verða Íslandsmeistari með þau? Nei, ég reiknaði ekki þannig með því að ég myndi flytja aftur inn í Hólm og fara að spila körfubolta. En síðan náttúrulega breytist hellingur þegar það kemur framhaldsskóli hérna út í Grundarfjörð. Þá nú stelpur upp að búa hérna lengur sem þetta, þau ekki að flytja í bæinn 16 og 17 ára. Þannig að það hjálpa náttúrulega helling og þannig að leiðu ég sá að fara að byggja upp bara ágætis lið og efnilegi leikmenn. Snæfell hefur alltaf átt sterka leikmenn í hvenna sem yngri flokkum sérstaklega kvennaleikmenn. Þannig að það bara kom tími á að gera almennilegt lið og ég meina, þú veist, þegar ég ákvað að koma hingað í Hólminn þá var ég náttúrulega bara að koma til að hjálpa Snæfell að vera með topplið í deildinni. Já. Þegar ég hef alltaf vitað það, við hefum alveg, þegar ég flytt úr Hólminn, við hefum alveg hefði verið tækifæri fyrir okkur að búa lengur hérna, að fá stór hópur af öflugu leikmönnum. Já. Þegar ég flytt úr Hólminnum, 99. Þannig að, þú veist, við hefum alltaf uppbyldistarfið mjög gott hérna í Snæfell, þannig að þetta mjög fínt kannski, já, fyrir þær sem að byrja í framhaldsskóla, að vera bara þarna og stunda körfubolta? Já, það voru 2 hjá okkur í vetur, önnur frá Patreksfirði, sem að sett út í Grundarfirði í skóla og svo Eva Margrét. Já. Hún frá Ísafirði og býr hérna og í skóla út í Grundarfirði. Þannig að þetta alveg, ég myndi segja að þetta væri bara mjög fínt fyrir unga leikmenn, sérstaklega utan á landi, að það ekkert eftir að drífa sig í bæinn í framhaldsskóla. Það fínt að halda sig bara út á landi. Hvað gerir þú annars svona fyrir utan að stunda körfubolta? Ertu þá að þjálfa körfubolta eða? Herri, ég íþróttakennari og sé íþróttakennsluna inn í skólanum og svo þjálfa ég minnibolta kvenna. Já. Þannig að ég er í ýmsu verkefnum. Þannig að þú ert á fullu í íþróttum, já. Þannig að það er nóg að snúast hjá þér. Já, ég vil hafa nóg að gera. Og það er kannski ástæða fyrir að þú heldur svona rosalega vel náttúrulega þetta tímabili búið að vera alveg ótrúlegt hjá þér. Já, það gengir bara fínt og ég segi að það búið að vera nóg að gera hjá mér í öðru verkefnum í þetta líka, þannig að í rauninni, ég veit ekki, kannski þegar maður ekki einblíð nóg mikið á þetta að þá smellir þetta kannski, ég veit það ekki. Nei, en ég segi ekki, ég hef alltaf verið dugleg að æfa og held mér vel við og þetta ekki svona að vita ágætlega hvað maður þarf til að halda sér í góða standi. Já. En hvernig finnst þér svona, finnst þér kvennaboltinn hérna í körfunni, finnst þér komið meiri áhugi fyrir hennum og orðnir sterkari leikmenn? Frá að þú byrjaði fyrst? Já, það er náttúrulega, ég myndi segja að það er komið upp núna alveg fullt af ungum öflugum leikmennum og ég held að íþróttina leikmenni er alltaf að verða hraðari og sterkari og bara með árunum, náttúrulega eykst þekking á allir sviðum, bæði í leiknum og líka þjálfun og komið meiri svona alvari í þetta, myndi ég segja. Og við erum jafnvel að fara að sjá fleiri stelpur fara út í háskólakörfuboltann? Já, ég hef heyrt af nokkuð sem eru svona með annan fótinn þangað, þannig að það er bara mjög spennandi. Já. Að leikmenn hafi kostað þær sig að fara út jafnvel í frítt háskólanum, spila körfubolta, það er ekkert smá tækifæri.
Það var nú einn hérna, já, ung sem kom í KR-liðið á sínu tíma sem núna úti. Hún, já, fór að því að henni langaði að fá að æfa á móti þér á æfingum. Já, hún fór út, já, Heiðrún. Já, hún núna út í Bandaríkjunum. Og stendur sig bara flott að það. Það eitthvað pínu óöfum með meðstöðan hefur verið, en hún flott leikmaður. Það gaman að fara að sjá hann að koma hérna á parkið á Íslandi. Ég veit ekki alveg hvenær það verður. Nei. En hún var alveg orðin fínn leikmaður þegar hún fór út. Já, var hún byrjuð að eiga eitthvað við þig? Já, hún var hann að barátt í henni og flottu varnarmaður og já, það var leikmaður. Svo þið í Snæfell, já, með magnaðasta varnarmann, maður hefur held ég veit ekki hvort þetta sé magnaðasti varnarmaður í sögu kvennakvarðanum, hún Guðrún Gróa. Já, hún alveg mögnuð. Það alveg... ekki hægt að láta hana bara spila með kallaliðinu hérna, rífandi frákost? Jú, örugglega, hún gæti örugglega alveg fluma sig ágætlega þar. Já. En hún bara hörku dugleg stelpa og leggur sér alltaf 100% fram og bara virkilega flottur leikmaður. Bara gaman að sjá hvað hann orðin. Besti leikmaður í deildinni, myndi ég segja. Myndirðu velja sjá fleiri lið í dómarasdeild kvenna? Já, eins og staðinn í dag þá greinilega mikill vilji og í fyrstu deildinni hjá liðum að koma upp. Það ég til að sé alveg, ég myndi alltaf að það væri alveg pláss fyrir liðið í deildinni. En hvað tekur núna við hjá þér? Er það sumarfrí eða ætlar að fagna núna í 5 vikur? Nei, við fagnuðum aðeins í gærkvöldi og svo Ingi með lamb og bernes á miðvikudaginn fyrir okkur. Já, kann hann að elda eitthvað? Hann mjög góður í þessu, sérstaklega bernesósunni. Já. Mjög öflugur. Og við fögnum þessu aðeins og síðan fyrir maður bara að snúsera einhverju öðru, sinna kannski einhvað leið á hakanum síðustu daga. Þannig að maður fyrir að vinna í þeim málum sem hafa sett á hakanum. Og svo náttúrulega það einhver landsliðsverkefni í sumar og annað og maður vonast náttúrulega til að vera í þeim hóp og gera sér klára fyrir það. Já, nákvæmlega. Þannig að ég fer aldrei lagst með fætuna upp í loft, þannig að maður fyrir bara að gera eitthvað annað, ég fyrir ekki að það skjóta á körfu núna. Nei, en Hildur Sigurðardóttir, þakka kærlega fyrir einhvern veginn, við ætlum að spila Þorparinn, þið spilið það svona rétt áður en leikir hefjast eða ekki? Já, það alltaf bara fyrir ámyndu við leik, þá kemur Þorparinn. Já. Og bæjarbúar þekkja það lag mjög vel. Já, og svo mætti bara Páll Óskar hérna syngja. Já. Hjá ykkur? Þetta var alveg sjó hana í gær. Það var rosa flott umgjörð á leiknum. Ég maður bara stoltur eiginlega af fólkinu sem kringum liðið hana. Hvernig það staðið að leiknum. Þetta eru fagmenn? Þetta eru algjör fagmenn. Bestu þakkir Hildur Sigurðardóttir og enn og aftur til hamingju og njóttu. Já, takk hérlega. Verður blessuð. Bless. Já, farið ekki langt, við ætlum að fara að fjalla Akureyri Extreme leikana hérna á eftir og svo er það handboltinn sem tekur við, það er alveg nóg dagskrá framundan en skellum Þorparanum snöggvast í gang. Það er Pálmi Gunnarsson sem er alltaf með Þorparan. En svo unnu er náttúrulega 3-0 fyrir þá sem ekki vita